Nú höldum við áfram með næringu 1, með verkefni 10, tveir samsettir kassar. Það er að sýna ykkur þrívita möguleika í þessu. Við erum búin að teikna þetta upp í þrívit og sjáum hvernig þetta lítur út. Það er að segja einn kassi 20, 40, 60 og annar 20, 40, 60 kassi ofan á honum. Og við erum að fara að teikna framanmynd sem að lítur horft hérna á, hlið sem að það er svona eins og og ofan sem að við sjáum betur hvernig kemur út á eftir. Þetta svona nokkuð verður framanmyndin, hliðarmyndin verður svona og myndin einhvern veginn svona. Það sem að við þurfum að hafa í huga í þessu eru svokallaðar hundalínur. Það er að segja línur sem að tákna kanta sem eru undir eða á bakvið heila fleti. Það eru nauðsynlega til þess að lýsa hlutum fullkomlega frá samanhóðum. Eins og áður byrja ég svona að átta með útlínunum með hlutum. Þetta er framanmyndin. Fyrsta hæðin sem ég þarf að taka er hérna 20 og næsta er 40 sem er fljótar að sjá þetta út frá hlutföllunum í kassan. Og ég ætla að hafa stilt hérna á farlínur og ég nota offsetskipuna. Byrja á að hlera 10 til þess að staðsetja með ofan á krossin. Tek næsta upp 20 sem er þá fyrstu parturinn hérna af kassanum og næst 40. Fyrir hliðarmyndina þá hugsa ég frá hægri brún til vinstri og með hægri brúnum staðsetta hér. Þannig að fyrsta fallinan er henni fjarlægin hérna frá hægri brúnni og að kassanum sem liggur hérna undir. Og því ég veit að þessi lengi hérna 40 og þessi 60 mismunum þar á 20. Ég þarf að hliðra 20, fyrsta línan hér og svo næst aftur 40. Þá er ég búinn að afmarka stærðarnar í framanmyndinni. Í ofanmyndinni þá þarf ég að hugsa svolítið veltuna á hlutum. Hvar byrja ég? Ef að þetta hér er framanmyndin aðeins að laga textana hérna þá verður hérna út úr gamla einhver þarf ekki að hafa þetta með að ef að framanmyndin er svona frá þá er ég að velta hlutnum 90 gráður svona niður þangað til ég kemst í stoppið. Þetta er það sem ég vil sjá. Þannig að þegar ég er búinn að áttum á hlutum þá veit ég að þetta hérna er efri brúnin og kassin hérna undir er 60, 20 kassin er staðsettur á miðjunni þar ofan. Þannig að staðinn 20, 20, 20 er það sem ég þarf að stilla fallinu mér eftir. Þannig að ég nota offset með fjarlægin 20. Tek hérna einu sinni, tvisvar, þrisvar. Þegar ég tegna fallinunar fyrir hliðarmyndina þá er það bara þannig að allstaðar þar sem er skurðpunktur frá lárétta línu yfir á skálínuna þar tek ég hérna upp línu. Ef ég einhverjum vandræðum með að trakka línuna svona til hægri og er hérna stillibreyta niðri sem að heitir orþó sem að vingar línunar sem teikna til að vera láréttar og lóðréttar. Ég prófa að virkja þessa stillingu hérna. Það er einmitt svona að smella hérna á vinkilinn hér eða náttúrulega F8 líkinn á lyklaborðinu. Svona on-off stilling á eða af. Ef ég íti á F8 núna þá slekki á stillingunni, íti aftur F8 þá kveiki á hann.
ég ekki bara stilt þetta fram og tilbaka aftur þar. Núna í línuskipunni sjáðu að þegar ég bendi með músinni og það sama hvert ég hreyfi bendilinn teiknar alltaf láréttalínu og hérna get ég með rauninni einfaldar hætti láta hana rekja út frá línunni hér. Það er ekki nauðsynlegt að þessi nákvæmlega jafn langar en það er svona snyrtilegast. Já, ég nota þessa aðferð ofta að stilt á F8 til þess að svona einfalda með það að rekja hlutin áfram. Þá get ég hafist handaði að teikna kantana og byrja að horfa hérna frammyndina hérna á stóra flutina ofan. Ég veit að hæðin 40 og lengdin 60. Ég er búinn til að kantana undan línuskipna. Ég veit að efri parturinn hérna byrja hérna uppi til hægri. Dreifin hérna yfir alla leiðum til vinstri. Kemur hérna niður hæðin 40. Hún fer alla leiðinu yfir hægri og hingað upp. Neðri parturinn hérna, hluturinn hérna fyrir neðan, hann teiknast alveg lengst vinstra megin og 20 niður og hann fer bara 40 hundur hægri og þannig er eins og stóra hlutin hérna, kassan sem við hverjum ofan á og minni hlutin hliðin á fluturinn hérna á neðri parturinn. Það er ágætt kannski að byrja að hugsa þetta ofanfrá, hvernig ég teikna. Ég veit að þegar ég teikna ofanmyndina þá erum við starfinn 20-60 hérna og þetta er svona miðjað yfir neðri parturinn. Ef ég myndi byrja á að teikna miðji parturinn hérna, það er alla leiðin hingað yfir 60 og þetta er inni efri kassan. Neðri parturinn er mjórri, hann næri ekki alla leið hérna yfir til hægri, sama og gerist hérna ofan. Það er raunin þannig að ég get rakið fallirina hérna frá neðri parturinn í framanmyndinni yfir í ofanmyndina. Já, þá er ég raunin að fylgja þessa línu hér og að þessum kassa og veit þannig að ofanmyndin að þá er ég hérna að sjá í rauninni annan flötinn af neðripartinn. Gerist alveg eins hérna neðan. Ég ætla að bíða með það sem að heita hundalínur, þannig að ég restina og það teikna hliðarmyndina. Þá sé ég í rauninni bara þennan flöt hér og neðriparturinn, það er þessu línu hér. Ég get rakið mig frá fallirunum og hann næri þess að kemur hérna til hægri af miðjunni. Þar fer hann alla leið upp og 20 til hægri fer niður hérna 40 til hægri og niður og klára. Og er í rauninu konum með útlínunar í þetta. En eins og ég var að tala áðan, við þurfum að hafa í huga þessar hundalínur, annars er þetta í ofanmyndinni og í hliðarmyndinni. Það eru svo brúnir sem eru á bakvið sem þarf að tákna með hundalínu. Það er sér layer sem gerir það. Layerin heitir hundalínu og síðan nota ég bara línuskipuna og teikna inn þessa hundalínu. Annars er hérna í hliðarmyndinni og þegar það búið skilgreina þessa línu sem strikalínu, þannig að þó að línan líti öðru út þá nota ég áfram sem skipinu. Það er ekki sér skipinu fyrir strikalínur, þetta er skilgreining á layernum sem að gera það verkið. Við sjáum það hérna í property-glugganum að þessi stilling er þannig á línugerðan á layernum, en ég vinn þetta þannig að skilgreini layer sem er strikalína byggt á voru lítið í þessum properties eiginleikum hann. Og það er önnur hulunlína í ofanmyndinni, þetta línuskipuna og hér kemur hundalínan fram. Þetta er þess að tákna brúnina hérna sem undir, þess sem liggur hérna undir, þess undir,
og í hliðamyndinni sem kemur fram hérna bæði í ofmyndinni og henni sama brúnaða kantur í hliðamyndinni. Það fara aðeins hraðar hérna í gegnum verkefni 11. Ég leysi það bara snöggt á skjánum án þess að kannski tala mikið með. Ég offsetta 10 línu í krossinum. Þegar ég horfði framan á þá fyrir að afmarka hérna 20, 40, 20 offsetta 20 fyrst 40 og 20. Hæðirnar eru 40 hérna og sem 60 eða 20 meira en 40. Það er ásta fyrst 40 hérna og svo 20. Ég horfi ofan á hlutin, þá er hérna þessi kassar hérna er 60 og þessi miðjum 20. Þannig að ég veit að ég bara fá hérna 20, 20 og 20. Teikna línuna hérna fyrir 400 út frá skálinu. Ég gerði þetta svolítið snöggt að ef ég óvart smell mig hingað yfir að koma hingað lína, get ég farið escape og eitin út. Ég get líka inn í miðri skipun smellt hérna á undo eða skrifa U og eftir lyklinum, þá afkalla ég síðasta bútinn í línunni. Þannig að svona með reynslunni þá er maður svolítið fljótur að vinna með því að nota lyklaborðið til að framkvæma skipanir og endurtaka skipanir. L og eftir er til dæmis línuskipun. Við kantana, nú byrja að spá í hvernig þetta gerist. Ég byrja hérna frá hægri brúnni og þá sér fyrsta flutin hérna 20 og 40 sem að kemur svona. Maður passar svolítið að hitta vel í skurðbúntana, maður getur oft lett í að fændi hvort í mjög punkti eða öðru punkti. Stóri fluturinn sem er hér er 40-60 og hann kemur hérna upp úr í framhaldinu hérna niður og svona. Og svo kemur annar hérna 20-40 partur hér. Í ofmyndinni er kannski ágætt að byrja að staðsetja hérna miðjuna ef að við erum vandræðan að sjá fyrir eitthvað hvernig það gerist. En miðju kassin sá sem stendur hættur áttir kemur út svona og hann er rauninni sjáið afmarkaður af fallinunum. Þegar þessi partur hérna stendur upp í loftið, það er fallinunar sem að afmarka ofmyndina hér, þá er ég búin að afmarka hluti og síðan er það kassin sem er lægri og annar eins hér. Ég er bara aðeins að flýta mér á mikið. Það er eiginlega þessum síðustu sem ég að gera. Það er vissulega rétt af miðjan lítur svona út, en hliðarnar koma aftalega.
svona. Þetta sé ég gerir mistök að gera miðbúntarlínuna hérna að stríða mér. Ýmsar leiðir til að laga þetta. Ég get smellt á línuna, smellt hérna á bláa kassan og teygt hann á réttan stað. Þannig að núna kemur þetta betur þess. Eitt svona sjónrænt atriði sem er eins og rauðu línuna teiknist ekki yfir hvítu línuna. Það til ýmsar atriði til að laga þetta. Þetta er spurning í hvaða röð hlutin teiknast. Þegar við smellt á línu hér, núna ætla ég að velja allar fallinunar. Þetta er valið eina fallinu, hægri smellt, valið hérna select similar. Við lóðum allar fallinunar. Þetta er hægri smellt, þá er ég draw order og send to back og varpast þar á reynu bak við allt saman. Þá verða rauðu línunar skýrar. Það er reynu forkurinn staðrið bak. Hérna fyrst komið þá rétta útfærslu af ofurmyndinni. Það sem að flýta sér hægt við þetta. Og ætla að fara að tegna hliðarmyndina og horfa hérna vinstri og byrja ég að sjá hérna stóra flötinn hérna 40 hæð og 60 á breidd. Og hann ámarkast hérna algjörlega af fallinunum. Svo kemur hérna þessi kassi hér er henni á miðjunni sem stendur 20 upp og við sjáum partinn hérna sem stendur upp úr hljóðlislega, það er svo flötur hérna á vonvörðinu en við vitum að það koma hérna línur niður líka á baki. Það er fyrir að tákna með höldum línum nota línuskipan aftur teikna höldum línum 1. Þá er verkefni 11 fullleist. Ég held áfram með restina í næsta myndbandi.